ætlum við að fjalla svolítið stórt og mikið mál sem að dreifir sér allt land og fer samt kannski ekki alveg oft hátt hvernig, hvað að gerast á bak við tjöldin, af því að ég hef oft sagt að fólk heldur að sjúkraflutningar eða bráðaþjónustu utan spítala virki bara alltaf þegar þú hringir 112 og þá er bara mætt á staðinn, en það er margt annað sem gerist á bak við tjöldin í þeim málum og hefur verið gaman að vinna þessum málum á þinginu undanfarin ár og ég hef fengið til mín alveg landslið fólk í þessum málaflokki til þess að fjalla þetta í dag. Þau Hildur Sólveigu Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi í Vestmannaeyjum sem hefur fjallað mikið þessi mál, Sigurjón Bergsson, sjúkraflutningamann á Suðurlandi og Viðar Magnússon, yfirlæknir bráðaþjónustu utan spítala. Þið eru búin að koma öll svolítið mikið að þessum málaflokki, þannig ég kannski bara biðja ykkur að byrja að kynna ykkur sjálf og hvernig þið hafi komið að þessu, Viðar, ef þú byrjar bara. Og velkomin í það. Takk fyrir það, takk fyrir. Ég heiti Viðar Magnússon og er yfirlæknir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa. Þetta er ansi langur yfirlæknatitill og einhver sagði að þetta var líklegast lengsti yfirlæknatitill á landinu. Því fylgi ekki sambærileg völd, því miður. En þannig að ég er samkvæmt reglugerð sem sett var 2011 þá skal vera yfirlæknir yfir bráðaþjónustunni, það sem er þá yfirlæknir yfir sjúkraflutningum á landi, legi og lofti og ég hef gegnt þeirri stöðu sem sagt fyrir utan 2 ár þá frá 2011 en þar á undan hef ég töluverða aðkoma að sjúkraflutningum bæði hérlendis og í Noregi og í Bretlandi, þar sem ég hef unnið bæði á neyðarbíl og þyrlu hér og reyndar í öllum þessum löndum, sko, bæði í Oslo á neyðarbíl og Arendal í Suður-Noregi á þyrlu og svo í London og í Surrey á bæði sjúkrabíl og þyrlu þar. Þannig að þetta er málaflokkur sem er mér mjög hugleikinn og vil gera það sem ég get til þess að koma honum áfram og koma þeim skjólstæðingum okkar til góða líka sem eins og ég segi, þegar slys og bráðveikindi bera höndum og þá viljum við að það sé einvarlega lið sem kemur og bæði meðhöndlar okkur og okkar nánustu af bæði umhyggju og fagmennsku. Og þú ert þá líka starfandi, í grunninn ertu það ekki svæfingalæknir? Jú, ég lærði læknisfræði hérna heima á Íslandi og svo lærði ég svæfingar út í Noregi og fór síðan í framhaldi af því í sérstakt svona viðbótarnám í Bretlandi þar sem að var í raun og veru bara fókusirað á sérstaklega slysameðferð en bráðalækningar utan sjúkrahúsa og var þá aðalega starfandi á þyrlu þar. Sigurjón, þú ert líka í þessum bransa? Jú, heldur betur. Takk hérlega fyrir að bjóða mér í þáttinn, Villi. Þetta er eins og þú sagðir, mikilvægt málefni og eitthvað sem að kannski hefur ekki alltaf náð alveg nógu langt upp á pallborðið en bara glæsilegt hjá þér að draga þetta svolítið fram. En já, ég heiti Sigurjón Bergsson og er starfandi sjúkraflutningamaður á Selfossi, starfa hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og er búinn að gera þetta núna í sem aðalstarfi nokkur ár. Þar fyrir utan þá stend ég fyrir hlaðvarpi málefni utan spítalaþjónustunnar eða bráðaþjónustunnar í rauninni sem heitir Bráðavarpið og hefur legið örlítið í dvala núna eftir að COVID yfirtók allt og en það stendur til að trekkja það aftur í gang og koma því af stað og halda þessum málaflokki á floti, ekki á floti, kannski fullgróft orðað, en svona í umræðinni. Og þessu utan er ég laganemi og hef aðeins verið að svona horfa á starfið og svona okkar málefni með augum laganemans og svona hvað var hort svolítið á hvað var hægt að bæta hvað það varðar. Akkurat, það er flott. Hildur Sólveig, þú ert bæjarfulltrúi á Eyju sem að þar einmitt mikið af svona þjónustu að halda þar sem ekki alltaf auðvelt að komast í aðstoð þegar eitthvað bjátar á, þannig að þú hefur látið þessi mál varða. Algjörlega, eins og minnist á þá erum við í rauninni fjölmennasti þéttbýliskjarninn þar sem að við höfum ekki möguleika á þessu sérhæfða bráðaviðbragði, sérþjálfaðra lækna og bráðatækna innan 45-60 mínútna. Og það er náttúrulega ekki, við höfum þessa landfræðilegu sérstöðu
eins og auðvitað önnur eyjasamfélög búa við að það er ekki hægt að flytja sjúklingana okkar landleiðis, en við náttúrulega búum 4.300 til 4.400 hérna í Vestmannaeyjum og það eru bara fastir íbúar og svo náttúrulega eins og á sumrin og stórum viðburðum hjá okkur að þá auðvitað eru gestir að margfalda þessa tölu, þannig að það auðvitað liggur oft mikið við og ég kem kannski svolítið að þessum málaflokki frá mismunandi hliðum. Ég upphaflega man eftir ég flutti ræðu þegar ég var ólétt af fyrsta barninu mínu 2010 að þá stóð til að og var farið í sumarlokanir á skurðstofunni hérna í Vestmannaeyjum sem náttúrulega landsbyggðin þekkir víða að það er verið að skerða þjónustu hefur verið skertir þessi fæðingarstaðir og skert þessi bráðaþjónustu út á landi og við byrjum þarna að mótmæla því 2010. Ég varð bæjarfulltrúi 2015 og hef svona reynt að halda þessu málaflokki mikið uppi og við höfum auðvitað reynt að berjast fyrir því að halda og hafa skurðstofuna okkar opna. Henni var illu heilli lokað 2013 og þá hefði maður auðvitað vilja sjá samhliða, fyrst að var farið í þá svona stóru ákvörðun að þá maður vilja sjá samhliða einhverja aðgerðir þar sem að væri tryggt bráðaviðbragðið en það náttúrulega 2010 fluttist sjúkraflugið norður sem að lengdi gríðarlega viðbragðstíman á sjúkraflugi eða sjúkraflutningum við Vestmannaeyjar. Þannig að það er eitthvað svona sem að við höfum reynt að vekja máls á ég og bæjarfulltrúi Hafdís Gunnarsdóttir á Vestfjörðum höfum svolítið svona verið að reyna að halda þessu á lofti og líka gerum það núna í nóvember á síðasta ári þegar að þyrlur Landhelgisgæslunnar fóru í viðhaldsfrí og það voru þessi 2 óásættanlegu dagar þar sem að var ekki möguleiki á þyrluviðbragði. Þannig að þetta stendur okkur nærri og þetta stendur mér líka ennþá nærri í dag. Ég er gengin 27 vikur með mitt 3. barn, þannig að auðvitað skiptir það alla máli að það sé hægt að koma sem flestum undir sérhæfða bráðaþjónustu sem allra fyrst og við náttúrulega héldum að við höfum verið búin að ná þessum góða áfanga fyrir lok 2019 og maður fagnaði því en svo kom COVID og því miður sem ennþá og við þurfum að halda áfram að berjast og ég þakka þér líka fyrir að bjóða okkur og halda þessum málaflokki vel á lofti. Já, takk fyrir þetta og við förum aðeins dýpra í sjúkraþyrluna eftir en aðeins áður Viðar. Bráðaþjónustu utan spítala, sjúkraflutningar. Í gamla daga var þetta kannski einmitt bara sjúkraflutningar. Einn maður sjúkrabíl að sækja veikan einstakling og trilla honum inn á spítala í 25 stigi hita til læknisins. Þetta er orðið svolítið breytt í dag og búið að þróa svolítið mikið þannig að nú erum við meira að færa spítalan út til fólksins eða ekki rétt hjá mér. Hvernig myndir lýsa þessari þjónustu svona útskýra fyrir fólki hvernig þetta er búið að þróast og hvaða þjónustu við erum að tala hérna? Þjónustan hefur mjög mikið breyst akkurat eins og þú segir og þú veist, það sem við herðum áður kallað sjúkrabílstjóra eru í dag sjúkraflutningamenn og sjúkraflutningamenn með mismunandi menntun allt upp í háskólamenntaða bráðatækna og það sem sagt breytingin felst náttúrulega annars vegar í kannski ákveðinni nálgunarbreytingu. Þetta er ekki lengur bara eins og segir að spurningum að skópla sjúklingum borð í sjúkrabílum og keyra eins og maður getur, heldur spurningum að hafa faglegar forsendur til þess að geta bæði metið betur ástand og síðan meðhandlað á viðeigandi hátt og sem sagt þessi mismunandi stig við tölum í grunninn 3 mismunandi stig sjúkraflutningamanna á Íslandi sem þá sem sagt grunnmenntaði sjúkraflutningamenn sem hafa þá námskeið sem nokkurra vikna námskeið en þeir ná svona ákveðni grunnfærni, hafa takmarkaða lyfjaheimildir en eru þó alveg ofboðslega mikilvægur resurs í því að sem sagt geta veitt svona fyrstu og lífsbergandi meðferð og síðan verið kannski mikilvægur liður og þáttakandi í áhöfn sjúkraflutnings. Síðan erum við með næstu 2 stigin sem annars vegar neyðarflutningamenn, kallast á ensku advanced EMTs og þeir eru með viðbótar getu til lyfjameðferðar, öndunarmeðferðar og fleira og síðan upp í þetta háskólamenntaða bráðatæknastig sem
það eru einstaklingar sem hafa allt upp í cirka 2 og jafnvel 3, jafnvel 4 ára menntun í sem sérhæfð meðferð sem miðar sérstaklega að bráðalækningum utan sjúkrahúsa. Þetta ekki læknar, þannig að það er ekki rétt að kalla þetta bráðalækningum utan sjúkrahúsa, en þetta samt það sem það er. Það er ákveðin læknisfræðileg inngrip, það er ákveðin greiningarhæfni sem almennt myndi flokkast undir það sem læknir myndi gera, sem þessir einstaklingar hafa lært og þjálfað, og þeir eru að mæta á vettvang með getu þess að gera margt sem okkur hefði ekki dottið í hug að sjúkraflutningamaður eða sjúkrabílstjóri, eins og það kalla þá, gæti gert fyrir 20-30 árum, sko. Þannig að þetta skiptir miklu máli. Einmitt, Sigrún, þú mátt koma inn á þetta, en mér langar bara aðeins líka að koma inn á að það skiptir ykkur einmitt svolítið máli sem eru að sinna þessum störfum sem við erum að lýsa hérna, að það sé þá einhvern veginn heildarskipulag í þessu og að sé þá metið svolítið og virt það sem þið eru að gera, hvaða tækifæri þið getið sín. Já, algjörlega. Ég held að til þess svona summara kannski aðeins upp það sem við erum að koma inn á, sko, það væri bara einfalt að segja að jú, það voru sjúkrabílstjórar, en kannski ættum við að horfa meira til þess að sjúkraflutningamenn séu heilbrigðisstarfsmenn. Það hefur kannski vantað pínlítið í umræðuna bara að þetta sé metið sem slíkt, og það er þangað sem við viljum stefna. Við fáum þessa viðurkenningu og hana auðlustu kannski ekki bara svona út í bláinn, auðvitað þurfum að vinna fyrir henni og það er kannski þessi ágæta miðstöð sem er svona stefnan, að með henni sé ég fyrir mér allavega ákveðin tækifæri til þess að efla þetta áfram og ná þessum stimpli svona almennilega í gegn, að við séum heilbrigðisstarfsmenn og séum metnir sem slíkir. Akkurat, þannig sé lyft hærra undir höfði þessi möguleikum sem það hafið, og Hildur, þetta svona ætti kannski, eins og þeir að lýsa, að þannig eru bara öflugir heilbrigðisstarfsmenn sem að kunna þá að bregðast við í neyð, og þessi þróun eins og þú ert að lýsa, að loka skurðstofunni, fækkar læknunum og læknunum sem að kunnu allt og eitthvað svona, að þá gæti þetta kannski verið laust víða land. Ég ekki að segja að koma í staði, en þetta getur verið svona aukið öryggi þegar það er einmitt, eins og þú bentir á áðan, þó að búi 4.400 manns í Vestmannaeyjum er oft miklu fleira fólk þar, öllu jafna, og það á víða landið, að þá getur þetta kannski verið svolítið lausn ef þetta eru viðurkenndir sem heilbrigðisstarfsmenn að fjölga þeim inn á heilsugæslunum og inn á heilbrigðisstofnunum víða landið til þess að vera þetta fyrsta viðbragð. Algjörlega, og þetta er svolítið það sem við höfum verið að taka bara svona líka debatt innan samfélagsins líka, því að auðvitað vilja allir hafa, sko, halda upp í skurðstofu og halda upp í þessu sama þjónustustigi og hérna var, en við verðum náttúrulega líka svolítið að horfast í augu við nútímann og aðstæðurnar sem við erum í, að það er náttúrulega orðin gríðarleg sérhæfing í heilbrigðisþjónustunni, og þessi almenni general surgeon sem var hérna áður fyrr og gat einmitt tekið botnlanga og keisaraskurð og svona þessar lífsbjargandi meðferðir, þú veist, þetta er bara orðið svo ofboðslega mikið breytt, en við þurfum þá líka að þróa okkur í takt við það einmitt að geta, og þetta skiptir svo ofboðslega miklu máli, hvort sem það er bráðalæknir eða bráðatæknir eða bara aðili, og það skiptir til dæmis mér persónulega ekki hvaða starfsheiti maður eða einstaklingurinn býr yfir, bara hann hafi færnina til þess að sinna fólkinu og bjarga lífum. Og það er auðvitað það sem að skiptir okkur hérna langmestu máli, og auðvitað til dæmis eins og í okkar tilfelli það er ekki hægt að tala að ekkert hafi gerst, að því að á þessu tímabili hefur alveg sannarlega unnist ýmislegt. Við erum búin að sjá náttúrulega bætta og betri þjónustu sjúkrahótelið. Það er alveg, menn tala mikið mun á því að ef þeir þurfa að dvelja vegna þjónustu sem er ekki lengur hægt að veita hér. Og svo er náttúrulega til dæmis eins og með fæðandi konur að þá var náttúrulega samþykktur dvalastyrkur til barnshafandi foreldris sem að þarf að dvelja fjarri heimili sínu í ákveðin tíma vegna til dæmis fjarlægðar eða færðar eða slíkt. Þannig að það er alveg, þú veist, það er alveg komnar einhverja svona vörður á leiðinni, en svona ef maður hugsar út frá bara þessu miklu áhættu og þessum vegalengdum, að við náttúrulega vorum 2010 þegar við vorum samt með skurðstofu hérna, þá vorum við með sjúkravél staðsetta í Vestmannaeyjum, og það náttúrulega kom út þarna svört skýrsla frá Ríkisendurskoðun þar sem kom í ljós
að svona meðaltali á þeim tímapunkti var búið að lengjast 24 mínútur sjúkra viðbragði við Vestmannaeyjar og Viðar náttúrulega þekkir það allra manna best það sem talað golden hour þetta tíma þessi tími sem að þarf og svo mikilvægur til þess að geta brugðist við sem fyrst hver mínúta eða hálftími sem að lengist það bara náttúrulega skerðir lífsmöguleika og getur rauninni valdið aukinu örorku því lengri tími sem að þú bregst við og fagfólkið hér í Eyjum til dæmis að þá höfum við verið að sjá að venjulega útkallstíma jafnlega í kringum 1 klukkustund og það hefur náttúrulega alveg gerst að það hefur tekið yfir 3 klukkustundir frá því að útkall sent og þangað til að sjúklingurinn komin undir læknishendur á höfuðborgarsvæðinu undir svona sérhæfða læknisþjónustu þannig að það náttúrulega algjörlega óásættanlegar aðstæður og við því þarf að bregðast en maður má heldur ekki horfa fram hjá því að það auðvitað ákveðnir hlutir sem hafa áunnist en þetta klárlega sá þáttur sem að mest aðkallandi að sé svona brugðist við í dag, myndi ég segja. Akkurat. Viðar, hún talaði vörður sem meira í að þjónusta fólki sem ef það þarf að fara heimanna frá sér en við erum að tala þjónustuna sem kemur til fólksins. Nú búið að vera fól Alþingi heilbrigðisráðherra að gera svona stefnumörkun í þessum málaflokki og Sigurjón kom inn á miðstöðun áðan. Hvar erum við stödd í þessari vinnu og hvernig sjáum við framtíðina fyrir okkur í þessu? Hvað þarf að gerast til þess að efla þetta frekar? Ég ætla að fá að tala aðeins þessa miðstöð því að ég held að það veit ekki allir hvað það og þetta svona þetta kannski svona safnhugtak yfir ákveðna þætti sem í þjónustun sem við höfum viljað efla. Það að steypa þessu undir þetta hugtak miðstöð kannski svolítið til þess að segja við þurfum eitthvað batteri, við þurfum einhvers konar fyrir bara einhverja miðstöð til þess að halda utanum ákveðna þætti sem snúa sjúkraflutningum sem þarf að bæta og þarf að styrkja og það eru nokkri kjarnar í þessu og einn af þeim sem ég kannski horfi ekki síst á og mjög mikilvægur bæði með tilliti þjónustu við sjúkraflutningamenn bæði á höfuðborgarsvæðinu út á landi og ekki síður við lækna í dreifbýli því að alveg eins og fyrir að tala að þá eru þessi gamli héraðsskurðlæknir sem var til fyrir einhverjum árum sem gat gert svo að segja allavega af því að það var ekki allt í gamla daga var ekki neitt á við það sem við getum gert í dag að þá en hann er ekki til í dag. Það eru rosalega fáir sem að sinna þess háttar vinnu og þess vegna byggir með aukinni sérhæfingu meðferð og byggir ábúðslega mikið á það að færa sjúklingana til sérhæfðir sjúkrahúsina til þess að veita þessa sérhæfðu meðferð. En fyrir vikið þá eru þeir læknar sem að sinna þessum hlutverkum og sjúkraflutningamenn og fleiri sem að sinna þessum hlutverkum í dreifbýli, þeir hafa ekki þessa sömu dýpt í kunnáttu í bráðaaðstæðum og öðrum aðstæðum sem kannski þarf. Og eitt af því sem við höfum talað fyrir og einn af stóru kjarnapunktunum í þessari miðstöð í raun og veru fjarskiptamiðstöð. Það er að læknir sem tekur í raun og veru og veitir ráðgjöf bæði sjúkraflutningamönnum, hjúkrunarfræðingum, læknum og öðrum í dreifbýli ekki síst en alveg eins á höfuðborgarsvæðinu og í stöðugu sambandi, þannig getur alltaf ef kallað eftir aðstoðarlæknis, kallað eftir ráðgjöf að þá hann alltaf staðar. Og þetta hlutverk sem við erum að vissuleita sinna í dag en bara ekki nægilega vel, vegna sem við höfum ekki dedikerað mann í þetta. Það vaktandi sérfræðingur á slysadeildinni tekur þetta hlutverk gagnvart sjúkraflutningamönnum í Reykjavík, en við vitum vel, allavega þeir sem hafa fylgst eitthvað með fréttum, að það nóg að gera slysum. Og hann hefur engan tíma til þess að afsaki, ég segi slysum, þetta er bráðamóttakan. Á bráðamóttakan það þannig að það bara það mikið að gera að læknirinn sem stjórnandi á bráðamóttakunni, hann hefur ekki góðan tíma til að vera að sinna fjarskiptum við sjúkraflutninga og kannski ráðgjöf við lækna út á landi líka. Við þurfum sérstakan lækni í það hlutverk og þetta einn af kjarna hornsteinunum í þessari miðstöð, að það að hafa fjarskiptalækni. Til viðbótar við það, þá viljum við sjá í þessari miðstöð af því við erum að taka nokkra mismunandi þætti að myndir. Hóp lækna, bráðatækna og fleiri sem
standa að gerð leiðbeininga fyrir bráðaþjónustu utan sjúkrahúsa. Og þetta eitthvað sem, það til síðan 2006 svo kallar vinnuferðlar sjúkraflutningamanna sem raun og veru leiðbeiningarnar þeirra hvernig þeir eiga að vinna á vettvangi. En þær hafa ekki verið uppfærðar svona í takt við tíman alveg. Það þarf að setja vinnu í það og vinna kostar pening við finna og mannskap. En það þarf að setja vinnu í það að endurnýja þessar leiðbeiningar og við höfum byrjuð á þessu en þetta tekur bara langan tíma og þarf mannskap til þess að gera þetta. Leiðbeiningar sem við erum að gera núna ekki bara að hugsa fyrir sjúkraflutningamann. Við gerum líka ráð fyrir því að hjúkrunarfræðingar og læknar sem að fara á vettvang, ekki síst út í dreifbýli, geti nýtt sér þessar leiðbeiningar. Þannig að þarna komin ákveðin kokkabók fyrir því hvernig á ég að bregðast við í dag. Þegar ég ekki hér á skurðlæknirinn en ég þarf að kunna alla þessar hluti sem þarf til þess að bregðast við. Og það þriðja sem við höfum talað þó að það séu fleiri leiðir til að nálgast þá leið, að setja ákveðin endurmenntun að þátt undir þetta. Við vitum það að endurmenntun sjúkraflutningamanna hefur á undanförnum árum ekki verið nægilega vel sinnt. Það misvel vissulega eftir rekstraraðilum og svoleiðis en þetta aðeins svo mikið á herðar þess rekstraraðila fyrir sig annarkvort að útfæra þetta eða skipuleggja sig eða útfæra þetta. Og það sem ég myndi vilja sjá í það minnsta að það væru hvort sem það yfirlæknir þjónustunnar, fagráð sjúkraflutninga eða miðstöð sem myndi leggja ákveðnar línur með þessa endurmenntun og jafnvel generera ákveðin hluta þessu námsefni eða láta búa það til af því við vitum í dag það er svo auðvelt að búa til námsefni og dreifa því með þessum elektróniskum miðlum, bara því sem við erum að nota til þess að tala saman hérna í dag og að nýta svoleiðis leiðir til þess að dreifa kennsluefni, til þess að dýpka og efla okkar fagð til þess að sinna þessari þjónustu á vettvangi. Þetta bara þetta eru þrír ólíkir þættir en þeir hanga allir saman í því að reyna að efla fagfólkið til þess að sinna þessari vinnu sem best. Akkurat, og Sigrún, þið kannski upplifið þetta á vettvangi að þetta fer svolítið eftir hjá hvað rekstraraðila þú á ég að tala við heilbrigðisstofnunina eða minn slökkvistjóra, á ég að hringi landlækni, á ég að hringi Viðar, hann kannski á svæfingavakt og svo eða sjúkraflutningaskólan sem einhvers staðar á Akureyri, þannig að þetta svolítið út og suður fyrir ykkur og þá kannski ekkert samræmt eða neitt. Nei, akkurat. Það akkurat lykilorðið kannski í þessu, sko. Það skortur á samræmingu á alveg gríðarlega mörgum sviðum í rauninni þegar kemur að þessu fagi, sko. Og svona stofnun eða miðstöð væri klálega framfara skref í þá átt að ná betri samhæfingu og sé fyrir mér þessi punktar sem Viðar telur upp mjög góður. Ég sé líka fyrir mér að þarna inni þyrfti að vera einhver svona með stjórnsýslu tengingu inn í stjórnsýsluna þar sem að hægt vera að þú veist, eins og við komum svo sem inn á áðan, það til ein reglugerð frá 2011 og að einhverju leyti föllum við svo undir lög heilbrigðisstarfsmenn en að öðru leyti þá sjúkraflutningar eða utanspítalaþjónusta eða hvað vil ég kalla þetta kannski ekki rosalega vel finnanlegt innan rammalagana. Þannig að ég held að það sé líka eitthvað sem að þyrfti að skoða betur. Og líka kannski bara vantar svona rekstragreiningar og tölulegar upplýsingar og allt þetta. Já, svo það allt saman, sko, og bara svona utanumhald utanum mitt statistík og svoleiðis og svo bara öll gæðamál. Að það sé svona samræmt á milli bæði rekstraraðila og bara landsfjórðunga, sko. Eins og þetta í dag, þá þetta svolítið svona hver að gera þetta eftir sínu höfði af þessu leyti, þó svo við höfum þessi vinnuferla sem að kannski að vissu leyti eru úr sér gengnir eða eru orðnir frekar gamlir og eins og Viðar segir verið að uppfæra en þá þetta samt sem að þannig að við erum að sinna í rauninni hver rekstraraðili sér sína endurmenntun og gæðamálin þá í kannski beinu framhaldi af því að einhverju leyti, sko. Hildur, þetta myndi kannski auðvelda líka ykkur hjá sveitarfélögunum og bara sem fulltrúi ykkar samfélags eða hvers samfélag fyrir sig að koma svona ykkar sjónarmiðum, ykkar aðstæðum og annað á framfæri, sko. Þannig að sé betra að aðlaga þjónustuna að ykkar þörfum. Algjörlega, og þetta líka bara, þetta hljómar bara sem tónlist í mín eyru, bara það sem hefur komið hérna fram að ég held
að það sé náttúrulega bara líka gríðarlega mikilvægt að við sem erum á svona þessum minni stöðum út á landi, við erum náttúrulega kljást við að vera með mikla rótasjón á læknunum okkar. Þannig að það, þú veist, stundum maður rosa heppinn að það kannski á sjúkradeildinni er að leysa af svæfingalæknir sem einmitt kannski oft metinn sem svona mjög góður aðili í einhverjum svona bráðatilfellum, en að geta leitað í bara með einmitt einu símtali eða í einhverja ráðgjöf bara eitt fyrir pronto náttúrulega væri líka óbúslega mikill akkur fyrir þetta starfsfólk, af því það má líka ekki gleyma því að þetta starfsfólk allt bara einstaklingar og þeir sem eru kannski vanir því að starfa inn á höfuðborgarsvæðinu með óbúslega mikinn stuðning í kringum sig, að þá það alveg stórt skref að fara út á landsbyggðina og þurfa að bera ábyrgð á alvarlegum aðstæðum. Þannig að þetta oft líka spurning sjálfstraust og líða vel í þessum aðstæðum leið og með bara öruggan stuðning þarna bak við þig, að þá það auðvitað, get ég ímyndað mér að það láti þessu fagfólki líða betur í sínum störfum. En svo hef ég líka svolítið svona komið inn á þetta spurning með menntakerfið okkar og einmitt mest áhugavert það sem að Viðar talaði eins og með endurmenntunina, af því að mér hefur persónulega þótt til dæmis eins og læknadeildin mætti kannski svona aðeins sníða betur stakk eftir vexti, þú veist, eftir hvernig landið okkar og ég hef horft mikið til þess að rural medicine lækninga, þannig að sé svona aðeins verið líka að reyna að koma því inn í menntunina hjá læknum að þessar mismunandi aðstæður sem að menn geta verið að kljást við. Þannig að mér finnst þetta bara allt mjög spennandi og lætur vel í mín eyru að minnsta kosti. Akkurat. Þá það þannig að ef þetta tekst allt saman að búa undir þessar bjargir sem að bráðaviðbragði að það þarf að komast á vettvang og það þarf sjúkrabíl eða þyrlu eða flugvél og ýmsar aðra faramáta í þessu. Og við unnum mikla skýrslu sjúkraþyrluna Viðar og þú nú búin að leiða í gegn. Þú segir okkur aðeins frá stöðunni þessu. Nú líka búin að endurnýja sjúkrabílana og við erum alltaf að tala að það þarf að efla hvern þátt fyrir sig, sko. Það ekki bara komið staðinn fyrir annað. Nei, sko, takk fyrir að vekja máls á þessu vilju og kannski líka bara takk fyrir að hafa verið svolítið til staðar í tengslum við þessa vinnu vegna þess að ég held að án þinnar aðkomu þá værum við ekki komið jafn langt í þessari umræðu. Það nefnilega svolítið sérstakt að þegar ég tók við mínu starfi upprunalega þarna 2011 að þá hélt ég að með góðri faglegri nálgun að þá gæti maður í minni stöðu komið hlutum til leiða og með því að koma hlutunum nægilega skýrt frá sér, hvort sem það verið í skýrsluformi eða í ræðu, að þá þið tekið mark á því að það myndi ekki eitthvað gerast. En ég hafði ekki gert mig grein fyrir og gerði mig ekki grein fyrir nokkrum árum seinna þegar vinur minn og þáverandi formaður Landssambands sjúkraflutningamanna Njáll Pálsson benti mér á það að það gerist ekkert nema þú talir líka við stjórnsýsluna og pólitíkusa og að þú virkir þá sem taka ákvörðun í samfélaginu og ákveða hvert peningarnir fara og þetta verði að viðurkenna var mér alveg óbúslega framandi og hann hafði vit á því að kynna mig fyrir þér og við fórum að tala saman þessa þætti og ég verði að viðurkenna það opnaði aðeins aðra sýn á þetta því að ég fór að gera mig grein fyrir því að hversu góðar hugmyndir maður hefur þá komast þær ekki á framfæri nema maður sé að koma á framfæri á réttum stöðum og fái þá kannski leiðsögn í því sem þú hefur svolítið veitt hvert á maður að fara þá og við hvernig maður að tala og svo framvegis. Og mér hefist í kjölfarið á því lukkast að ná að koma góðum hugmyndum á framfæri við rétta aðila, bæði ekki síst í heilbrigðisráðuneytinu og hjá núverandi heilbrigðisráðuneytinu Svandísi og hún þegar við fórum að tala og ég fór að segja henni frá þessum hugmyndum varandi sjúkraþyrlu og útskýra hvað væri sérstakt og öðruvísi við þetta sjúkraþyrlu-konsept versus það sem Landhelgisgæslan reka. Og bara í stuttumáli það þannig að Landhelgisgæslan rekur björgunarþyrlur og þær eru
frábærar og þær eru nauðsynlegar og ég flýg með þeim sem hluta áhöfn og ég ber bæði fulla virðingu fyrir þeirra starfi og til það er alveg 100% nauðsynlegt og það þarf að halda áfram að byggja upp og efla það viðbrögð. En til viðbótar við það, þá hef ég líka unnið í kerfi með sjúkraþyrlum. Og munurinn hérna er ekki endilega, við erum ekki endilega að tala munin á hvers konar þyrlu þú ert að fljúga í eða sem sagt hvernig flugmaðurinn þjálfaður eða hvað. Þetta gengur kannski fyrst og fremst út af bara hver tilgangur viðbragðsins. Og tilgangur viðbragðsins þegar við erum að tala sem sagt björgunarþyrlur það að þær geti farið út á sjó og sótt veika eða slasaða sjómenn eða aðstoð við skip sem í einhverjum nauðum, geti kannski farið upp á fjöll og sótt fólk, en viðbragðið, við erum líka sinna sjúkraflutninga. Sjúkraþyrla hins vegar algjörlega fókusröð á það og þá gengur meira hjá henni út á til dæmis viðbragðstíma. Stuttur viðbragðstími skiptir máli. Alveg eins og þú talaðir áðan, Hildur, að þá því lengri viðbragðstíminn, sérstaklega í alvarlegum slysum og alvarlegum veikindum, það svona ákveðin flokkar veikinda og ákveðin eðli slysa. Það sem að tíminn virkilega skiptir máli og hvort sem það þessi klukkutími eða pluss mínus hálftími eða þess að þá fara mínúturnar að telja. Og það að vera með björgunarþyrlu sem byggir á ákveðnum fjölda mannskap sem skal vera komin í loftið á innan við 40 mínútum eða til klukkutími eitthvað svoleiðis sem í raun og veru staðan í dag. Ef við horfum á það, við horfum á kröfurnar gagnvart björgunarþyrlunum. Það bara ekki nógu gott ef við erum að tala aðstæður eins og hjartastopp, kransæðarstíflu, alvarleg slys og svo framvegis. Og þá verðum við að vera með þyrlu sem það helst að vera komin í loftið á 5 til 10 mínútum. Oftast eru nýttar minni þyrlur í svoleiðis verkefni og þær hafa ekki sömu getu og þessar þyrlur sem Landhelgisgæslan hefur yfir að búa. Og mikil umræða hefur spunnist í kringum það hvort að hægt sé að nýta svoleiðis þyrlur í viðbragð á Íslandi. Og ég eins og segi, það eru mér vitrari menn sem geta fjallað það fram og tilbaka. Það sýnir sér hverjum, en við vitum það að í mörgum aðstæðum væri hægt að nýta minni þyrlur, en aftur segir, það snýst ekki stærðin á þyrlunni, þetta snýst konseptið. Það snýst fyrst og fremst það að viðbragðstíminn sé ekki hálftími, 40 mínútur eða klukkutími, heldur 5 til 10 mínútur. Af því að þá getum við gripið inn í þessi alvarlegu slysaferli og þessi alvarlegu sjúkdómsferli, þannig að við getum í raun og veru bjargað lífi og lim. Þannig að við getum minnkað örkuml, það sem við getum gripið inn í og virkilega skipt máli. Og Landhelgisgæslan gerir það klárlega með sínum þyrlum en á aðeins annan hátt en það sem ég að leggja upp hérna. Til þess að ná til þessara dreifðu byggða sem við erum að sinna á Íslandi. Ísland strjálbýlt land. Ísland eitt strjálbýlasta land í heimi. Og ef við horfum út fyrir 101 og þennan kjarnar rétt í kringum höfuðborgina, að þá það þannig að við hefum ofboðslega stór svæði sem eru til þess að gera fámenn og erfitt að sinna með þeim takmörkuðu resursum sem á staðnum. Þess vegna tala ég svona mikið fyrir því að við þurfum að nýta bæði sjúkraflug með fastvængum, sjúkraþyrlur og líka þessa fjarskiptamöguleika og ég hef líka talað svolítið fyrir að blanda þessu saman með einhverjum hætti þannig að þeir læknar sem sinna til dæmis sjúkraflugi eða þyrlu að þeir geti tekið þátt í þessum fjarskiptum og jafnvel þá í gegnum, þú veist, við getum notað myndi og hljóð í dag til að hjálpa til á vettvangi. Það ekki alltaf þannig að þurfa að senda þyrlun á staðinn. Það ekki alltaf þannig að þurfa að senda flugvélina. Við getum stundum aðstoða með öðrum hætti. En þegar þarf á því að halda, þá þarf þess venjulega hratt og þá skiptir þessi tími máli. Og þess vegna þurfum við að tala þetta sjúkraþyrludæmi gengur ekki út á tegund þyrlunar, þetta gengur út á konseptið, þetta gengur út á hversu hratt bregst hún við og þegar við komum á staðinn, hver kemur. Akkurat. Og Sigurjón, þetta kannski akkurat máli. Þið sem á sjúkrabílunum ekki endilega búast við þegar að hlutverk ykkar minnki þó að sjúkraþyrlan komi, heldur frekar fleiri tilfelli sem þið fáið sérhæfa aðstoð og geti veitt betri þjónustu. Algjörlega. Ég held að þú veist,
við verðum ekki gera óþörf bara svona með því að fá einhverja þyrlu í loftið. Alls ekki, sko. Þyrlur flytja nú yfir, eða eins og þessar þyrlur sem við tala þær flytja nú yfir bara einn í einu og við vitum bara, sagan segir okkur að það, þegar einn slasast þá slasast einhver annar. Það einhvern veginn bara þannig. En ég held að það sé líka kannski rétt að koma því að bara svona að því að við erum að pæla í svona sjúkraflutningum í lofti að bara benda á það ótrúlegu staðreynd að sjúkraflugvél Mýflugs getur ekki lent á suðurströndinni nema á Höfn í Hornafirði og svo í Reykjavík. Það engin flugvöllur þarna á milli þar sem að flugvélin getur lent. Þannig að það kannski líka allt í lagi að horfa til þess á það að með því að malbyggja flugbraut og fá vottaðan flugvöll og þá getur við stytt viðbragðstíma með því, sko. En ég held að svona þyrla, staðsetning á henni og svoleiðis ætti að, við ættum að horfa svolítið hingað til Suðurlandsins. Við erum með af því að flugvélin á Akureyri, við erum með mjög stórt landsvæði, við erum með mikið af fólki, það er stutt út í eyjar og það er stuttin á hálendi þar sem kannski mesti fjöldi túristanna eða ferðamannanna. Og já, ég held að það eru ótrúlega margir vinklar í plús fyrir því að svona þyrla geti komst á koppinn og ótrúlega svona mikilvægt að þessari umræðu sé haldið á lofti og jafnvel bara hreinlega klárið, sko. Já, líka kannski svona eitt algengu verkefnum ykkar, hjartafall, kransæðastífla, heilablóðfall í sumarhúsabyggð. Já. Þannig að í dag kallið ekki á þyrlu Landhelgisgæslunnar að því að hún aldrei komin á undan ykkur. Það fer aðeins eftir því hvar við erum. Sko, ef við erum bara, það svona einhverja ákveðnar skurðlínur og ætla ég ekki nákvæmlega, auðvitað það líka klínist að meta bara hvert og eitt tilfelli fyrir sig. Og auðvitað hefur að hjálpa helling núna að við höfum fengið til dæmis viðar á móti okkur og alls konar. Við höfum sem betur fer yfir ótrúlega öflugu starfsfólki að ráða á og öflugum læknum allavega í kringum okkur. En skurðlínan, hvenær það borgar sig að hringja á þyrlu og hvenær ekki, hún varierar pínulítið. Ég held að svona leið og við erum komin austur fyrir Hvolsvöll, að þá er engin vafi á að það borgar sig að kalla út þyrluna og þá hitt hana einhvers staðar í kringu Selfoss eða Hveragerði. Það fer svona aðeins eftir bara hvaða tími sólarhringsins til dæmis. Og en allt austan við Hvolsvöll er bara allan daginn hringja þyrlu, sko. En það, ef við má grípa inn í, það byggir óslega mikið á þessum langa viðbragðstíma. Hvort það væri þyrla Gæslunnar eða sjálfstæð sjúkraþyrla sem ég tala fyrir af ákveðnum ástæðum, væri til staðar að þá væri sá viðbragðstími 5 mínútur og þyrlan væri jafnvel komin á undan þér á vettvang, skilurðu. Þannig að ef við erum að tala slys, heilablóðfurð eða hjartastoppa eitthvað þessar, þá getur skipt máli að sú þyrla sé jafn aðgengileg þar ræðir. Og af því að við erum að tala staðsetningu og ég hef alltaf talað fyrir því að Suðurland eða Suðvesturland sé í raun og veru eðlilegur staður til að prófa svona verkefni. En í mínum huga þetta sko ekki spurning það að vera með þyrlu á einum stað. Það er það sem við erum í dag og það meikar ekki sens. Það sem meikar sens og það sem stendur í skýrslunum minni að við eigum að horfa á 3 til 4 staði. Og þar finnst mér mjög eðlilegt að vera með blöndu af viðbragði Landhelgisgæslunnar með björgunarþyrlum og síðan léttari þyrlu sem getur kannski flogið á svona svæði eins og Suðurlandinu þar sem veðrin eru þó almennt betri. Það ekkert vit í því að fara að fljúga yfir hálendið á þyrlu sem ekki með afvísingu. Það vitum við öll sem höfum einhverja aðkomu að þessu máli. En það alveg raunhæft í mínum huga að nýta svoleiðis verkfæri fyrir í raun og veru bara fljúgandi sjúkrabíl. Akkurat. Það sem við flýtt fyrir för í mörgum tilvikum, en síðan munum við alltaf þurfa að byggja upp þetta björgunarþyrlu viðbragð enn frekar. Fljúgandi sjúkrabíl með sérhæfðari aðstoð, því að við getum ekki haft endalaust unit af sérhæfðari aðstoð, en ef þeir eru einmitt, þá kemur þessi sérhæfða aðstoð hratt á staðina. Í sérhæfða aðstoð þá erum við að tala bráðatækni með þessa viðbótarþjónustu þeir hafa
og af því að við ætlum, þetta ekki svo margar einingar en við erum samt að tala þörf fyrir mjög sérhæfð inngrip í ákveðnum tilvikum, að þá tel ég eðlilegt að þetta sé sem sagt áhöfn sem sé samansett af bæði til þess bærum lækni, svæfingalækni eða bráðalækni sem hefur viðbóta sérhæfingu í meðferð utan spítala og öflugum bráðatækni sem eru teymi sem ég hef unnið með út í löndum og ber mikla virðingu fyrir svoleiðis samsetningu. Akkurat, og Hildur, þetta kannski einmitt það sem þið Hafdís voruð aðeins að fjalla að ef sjúkraþyrlan myndi byrja á Suðurlandi, að þá væri kannski hægt að færa landhelgisgæsluþyrluna frekar í verkefni annars staðar lengra frá suðvesturhorninu og að þá líka landhelgisgæslan kannski frekar viðbúin fyrir björgun á hafi, þannig mikið á sjómönnum til dæmis í Vestmannaeyjum og svo þetta að því að það búið að fækka þessari sérhæfðu þjónustu eins og í Vestmannaeyjum og fleiri sjúkrahúsum í kringum landið, að þá kannski hægt að fá hana til sín á jafnvel spítalann á með styttri tíma. Algjörlega og það sem að ég mér svo gott að Ingvar kom inn á áðan að það hefur hérna í inngangnum sínum við kom inn á áðan í inngangnum sínum var að það hefur svolítið svona farið ákveðin orka í að verja verkefni þannig að þetta sé ekki árás á aðrar einingar, þú veist, að þetta sé ekki verið að taka eitthvað á sporði landhelgisgæslunnar eða sjúkraflutningana. Og það einmitt að við viljum efla alla þessa vinkla, alla mögulega leiðir og ef við erum að nota þessa sjúkravél á Suðurlandi eða sjúkraþyrlu á Suðurlandi segi ég, að þá náttúrulega bæði léttir það álaginu auðvitað af þyrlunni sem að getur þá verið í viðbragðsstöðu fyrir þegar mál kom upp og er þá ekki teflt í kannski eins og hefur náttúrulega verið líka bara venjulegum sjúkraflutningum, þú veist, þegar að það eru kannski bara aðstæður ekki þannig að sjúkravélin getur ekki lent, flugvélin sjálf. Þannig að svo náttúrulega líka auðvitað léttir það á eins og mýflugi eða sjúkraflugvélinni að ef að það við erum ekki að nota hana í þessi mál og þessa bráðu þjónustu að þá hún auðvitað með betri viðbragðstíma í önnur mál sem að náttúrulega mun líka koma til með að verða okkur öllum til góðs og kosta samfélagið á endanum minna en svona talandi staðsetningu að þá myndum við í Vestmannaeyjum alveg taka fegin sendi allavega að hafa vetursetu með slíka þyrlu þannig að ég bara lýsi mig formlega tilbúin að taka mót henni og vera tilbúin að þjónustana og öllum þeim sjúkraflutningamönnum og heilbrigðisaðilum sem myndu þjónusta hana. Takk fyrir það og vonandi verið horft til þess, en ég held nefnilega það sé einmitt kostinu við þyrluna, hún er svo snögg yfir að það hægt að hafa mismunandi staðsetningu eftir aðstæðum hverju sinni, veðri, fólksfjölda og viðburðum öðru, en Viðar, þessi umræða, núna bara rétt í lokin, hún var komin alveg í gegn, það bara smá COVID og breyting á fjármálaáætluna, er það ekki rétt skilja? Já, málið var, ég var búin að fá vilyrði og ég með mjög jákvæð viðbrögð hjá heilbrigðisráðherra. Hún fór með þetta fyrir ríkisstjórnarfund og þar var þetta skilst mér samþykkt að fara út í tilraunaverkefni með svona sjúkraþyrlu. Og þetta var í raun og veru bara það næsta sem átti að gerast var það að fara að undirbúa þetta og svo allt í einu kom COVID og túristarnir fóru og skellti í lás og slá og þá náttúrulega fór fókusinn svolítið annað, alveg klárlega. Og það ekki þar með sagt að við séum algjörlega háð túristunum upp á það að halda út í svona þjónustu, en vissulega var hluti af fjármögnun þessar þyrlu byggð á því að við hefðum í raun og veru ákveðin fjölda þar til þess að sinna og greiðandi notendur raun og veru. En vissulega var aðaltilgangurinn bara að þjóna Íslendingum, þannig að númer 1, 2 og 3. En mér finnst, af því að þau komu aðeins inn á kostnað þarna áðan, að þá held ég, og þú talaði líka Hildur það að við erum ekki að taka neitt frá neinum, þannig að þetta hljómar svolítið, þetta raun og veru hrein viðbót við þjónustuna, sem hlýtur á ákveðin hátt að kosta meira, það segir sig sjálf. En á sama tíma, ef við horfum út frá heilsuhagfræðilegum útreikningum, að þá þarf ekki að bjarga mörgum lífum
greiðandi skattborgurum og svo framvegis til þess að og bjarga, það þarf ekki að bjarga mörgum frá örkumlum og ef við horfum til dæmis á möguleikina til þess til þess að meðhöndla heila blóðföll og slag í heila, blóðtappa að það eru sjúkdómar og það sjúkdómar sem veldur alveg gríðarlegum örkumlum hjá alveg óbúslega mörgum á hverju ári, bara það geta flýtt fyrir meðferð þar og minnkað þau örkum sem fylgja og í sumum tilvikum bara núllaði út. Það fljótt að borga sig upp, það bara þannig. Og maður fljótur að sjá þetta og þegar maður fer að reikna út þessar tölur svona út frá heilsu- og hagfræðilegum forsendum þá maður fljótur að sjá að við komum allavega fljótt í það minnst út á núlli þó að þjónustan kosti eitthvað í grunninn. Ef ég má líka koma aðeins inn á þetta, þá þetta svo mikill sannleikur að við höfum líka talað mikið fyrir því eins og hérna landsbyggðinni og hérna viljið ekki vel á Reykjanesinu að þó svo að þú skerðir þjónustu við landsbyggðina á einum stað, að þá strokar bara ekkert kostnaðin við að veita þá þjónustu út. Og þá náttúrulega bara verður álagið meira til dæmis eins og á höfuðborgarsvæðinu og á Landspítalann og það náttúrulega hefur bein áhrif á höfuðborgarsvæðið. Þannig að við þurfum auðvitað að geta veitt sterka heilbrigðisþjónustu víða land. Því maður hefur svolítið fundið svona þessa togstreitu frá höfuðborgarsvæðinu hvað þið veljið ykkur að búa þarna. En þetta náttúrulega skiptir okkur rosalega miklu máli og það má líka til dæmis bara eins og þjónusta eins og hreiðrið sem lagðist af á Landspítalanum. Það var náttúrulega öllum líkindum bara í beinu samhengi við það að fæðingarstöðum var lokað út á landi og fór úr 30 í að vera 3 eða eitthvað álíka. Þannig að þjónustan, þörfin á að veita hana, hún fer ekkert og kostnaðurinn alveg til staðar þó hún flytjist á milli póstnúmera. Svo eitt sem koma líka með kostnað og svona, við þurfum líka að horfa til að því við erum að tala fjarlækningar og svona þetta sem er kallað að afgreiða á staðnum. Þú veist, hver innlögn innan sjúkrahúss kostar heilan helling. Ef við getum fækkað innlögnum með því að efla utanspítalaþjónustuna, hvort sem það með eflingu starfsmanna í þjálfun og slíkt eða þá með þessum svona rafrænu fjarheilbrigðislausnum eins og við að tala ef við höfum beint samband til þessu við bráðalækni eða svæfingalækni og getum svona ráðfært okkur betur og verið öruggar í þeim afgreiðslum, að þá hlýtur það að koma inn sem plús, þú veist, in the last end, sem maður segir góður íslensku, Algjörlega. Og ef ég má síðan bara taka aðeins í fram þetta því að þú spurðir í raun og veru beinna spurninga þarna áðan, Vili, hver staða þessa mála, eins og segja, þetta fór fyrir ráðherra og ríkisstjórn og það var mikil jákvæðning ákveð þessu, en COVID hefur náttúrulega ruglað öllu aðeins hjá okkur og ég hef setið á mér með að ýta á eftir þessu og spurja hvað það stendur núna, en það eiginlega bara komið tíma á það núna aftur. Við vitum það að landið fer að opnast með allar bylgjur á lofti núna, það fara að koma fleiri túristar og bólusetningarstaðan orðin þannig að þetta fer að nálgast aftur, við förum bara í sama farið og það full þörf fyrir það. Við vitum það að þegar vegirnir okkar verða undirlagðir túristum keyrandi á mismiklum hraða, og við verðum að geta brugðist við því. Og þetta sem sagt miðstöðin sömuleiðis, þetta var Tyrkland, þau voru mjög jákvæð gagnvart því. Miðstöðin í raun og veru bara eitthvað sem við vorum ekki kannski komin jafn langt með að ræða og sem sagt það kannski ekki komið jafn langt svona fjármagnarlega séð, en það mikil jákvæðni gagnvart þessum hugmyndum og í raun og veru hægt að byrja að virkja mismunandi þætti þessar miðstöðarkoncepts án þess að maður endilega kalli þetta miðstöð. Þannig að það hægt að byrja að vinna í öllum þeim þáttum en vissulega þarf að veita einhvers konar fjármagni í það til þess að við getum komist þar meðal stað. Ég held við hljótum þá, svona ef við má skjóta inn í alveg í blá lokin að fagna þessum drögum sem liggja í samráðsgátt stjórnvalda núna aðgerðaáætlun fyrir sjúkraflutninga og bráðaþjónustu. En fyrsta skrefið þar er kallað forasta til árangurs og þar verið að tala stofnun þessarar miðstöðvar. Og það komið ártal, þú veist, við erum að horfa á 2025 í síðasta lagi, þannig að einhvers staðar á þessu bili og ég held að þetta sé eitthvað sem að allir áhugamönnum utanspítalaþjónustu ættu að kynna sér vel og þetta er málefni sem þarf að komast alla leið. Já, og ég ætla bara að fá að segja það líka, ég ætla að fá að þakka bæði þér, Vili, og Svandísi fyrir það hvað hún hefur tekið vel í þetta.
þú hefur algjörlega gert þetta forgangsmáli hjá þér og hún hefur talað það og sýnt það og í raun og auknum mæli að sýna það í verki að þetta áherslumál hjá henni líka. Mér finnst þetta bara svo gott að þið sem komið að þessum málaflokki frá pólitíkurnar hlið og stjórnarstjórnar hlið að þið séu búin að sjá mikilvægi þessa málaflokks. Já, takk fyrir það og ég líka þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ræða þetta svona og með ykkar þekkingu að því að ég held að þetta sé bara mitt næsta skref í því að fylgja málunum eftir og koma þeim svolítið aftur á dagskrá núna strax eftir COVID þannig að það hægist ekkert á og að við þurfum ekki að bíða til 2025 ef þetta klárist. Þannig að eins og við erum búin að ræða í dag, þetta snýst að umgjörðin sé öflugri svo að sé þjónusta að fá að þróast miðað við bæði þörf og til að bæta samfélagið og bara hvaða tækifæri þar eru fyrir hendi og svo að ná að bæta þjónustuna sem núna með að tilkomi sjúkraþyrlu sem að mun svo þróast þannig að þær verða nokkrar hér í framtíðinni og bæði íbúar og ferðamannum landi verða mun öruggari hringinn í kringum landið sko. En ég bara þakka ykkur kærlega fyrir þetta og við bara höldum áfram saman baráttunni.